Það ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum að tala aðeins bækur. Það heldur nú einhverjir að þær væru bara að fara að verða útdauðar með tilkomu tölvunar en aldeilis sérdeilis ekki og þá ekki síst barnabækurnar sem hafa hreinlega bara tekið á flug. Og við ætlum að ræða eins þetta og tilefnið þetta að það bókamarkaður á Akureyri og ég veit að Akureyringar eru þannig ef það einhver eins og ég að ég alltaf pínu í putunum við að það komi bókamarkaður. En segðu okkur aðeins, bókin, útdauð, það ekkert á næstunni? Nei, það nú aldeilis ekki málið. Það alveg ótrúlegt líf í íslenskri bókaútgáfu, ótrúlegur fjölbreytileiki og í raun erum við náttúrulega bara við erum svona Kínamúrinn í bara veraldarsögunni að vera svona lítil málþjóð með þessa miklu útgáfu að það sé að koma hérna út svona 1000 titlar, 800 til 1000 titlar á hverju einasta ári af stórum hluta frumsamið. Þetta alveg galið og það líður ekki sá mánuður að við fáum ekki fyrirspurn erlendis frá einhverjum blaðamönnum niður á Félagi íslenskra bókaútgefenda þar sem þeir eru að spyrja þetta og eru að spyrja, er það rétt að í hverju einustu fjölskyldu á Íslandi sé ykkur sem hafi gefið út bók og þetta svona spyrst út og nú í augnablikinu þá það einhvern veginn kom út af orðum á íslensku að þá komst orðið jólabókaflóð, þá komst það einhvern veginn svona inn í ensku vitundina og það allir að spyrja mig, áttu myndir af jólabókaflóði? Þeir vilja fjalla þetta, þannig að við vekjum algjörlega heimsathygli og þetta bara á ekki vera hægt, ekki svona sjálfstæður rekstur eins og þetta en þetta auðvitað hægt bara af því að við erum bókaþjóð og við kaupum bækur og styðjum okkar höfunda, þannig að þetta virkar og erum bara með flott fólk sem skapandi og hefur gaman að því að tjá sig og koma hugmyndum úr kollinum. Akkúrat, virkar sem góð keðja og það gerðist fyrir jól sem var ótrúlega skemmtilegt að það kom svolítið svona bara veruleg sprengja í frumsamdar íslenska barnabækur og við sáum bara af því að við erum nýbyrjuð að gefa íslensku bókmenntaverðlaunin í flokki barnabóka og allt í einu var bara ótrúlegt úrval og mjög erfitt að velja og mjög erfitt val og að lokum voru 5 bækur valdar og þær voru hver annari betri en það voru það á því að þeir hefði alveg eins geta skipt verðlaununum á milli sín. En þarna bara að því að staldra við barnabækurnar, maður nú að ala upp börn og í lestrar umræðinni allir saman, að maður finnur auðvitað fyrir að maður vill að það að hvetja börnin sín til þess að lesa, þá vil ég að lesa eitthvað skemmtilegt. Þau ekki bara að lesa eitthvað, og þetta tengist svo rosalega því að hafa þá eitthvað sem gaman og einmitt að því orð með Mamma klikk, þetta til dæmis verk sem að sló í gegn á mínu heimili og það var svo auðvelt að fá börnin til að lesa þegar þau höfðu eitthvað gott að lesa. Já, og börn ekkert ólík okkur fullorðnum. Þau vilja lesa það sem nýtt. Þau vilja lesa það sem nýtt og úr þeirra nærumhverfi, þau vilja lesa fyndið og eitthvað sem þau þekkja eða sem sagt og vilja lesa eftir íslenska höfunda. Þannig að það alveg frábært. Við á bókamarkaðnum sem núna nýlokið í Reykjavík þá jukum við svolítið plássi fyrir barnabækur. Ég myndi ljósi umræðunar og ljósi þess að börni að lesa þessa 15 mínútur á dag og það svona mikil vitundarvakning í gangi og það kom okkur stórkostlega óvart. Þetta reyndar í fyrsta skipti sem bókamarkaðurinn svona strikamerkjavæddur þannig að við höfum upplýsingar hvaða flokkar að seljast en barnabækur seldust 40% af seldum eintökum í Laugardalnum voru barnabækur og líka 40%, yfir 40% af upphæðinni. Þær voru ríflega 40%. Nánast helmingurinn af sölunni þar voru barnabækur sem sýndi okkur að það bara rosalegu kippur í þessari sölu og við erum með þarna nýjar bækur sem voru að koma út fyrir jólin eins og þessi frábæra bók og ég tek undir með Gunni Helga, hann vinnur algjört þrekvirki að skrifa sig inn í hugarheim 13 ára stelpu, þetta bara ekki hægt og maður sem bara nálgast 50 að skrifa hvernig að byrja á túr og hvaða tískuverslanir eru betri en aðrar og svo framvegis. Já, það náttúrulega bara mikið fagmennska á bak við svona vinnu. Fagmennska og hann talaði við rosalega marga krakka og þess vegna þetta svo rétt og satt og þau finna sér svo í þessu. Frábært. Sem móðir þá líður mér alveg þannig að það að fá góðar íslenskar barnabækur sé bara lykilatriði í lestranámi barnanna minna. Ekki bara, það getur enginn einn kennari eða foreldri kennt að lesa, það þarf að kveikja áhugann
og þarna þetta tungumáli sem er verið að tala í dag. Mann finnst næstu eins og það ætti að fjármagna svolítið meira af barnabókunum umfram annað bara í tengslu við lestrarkennslu, bara svo ég segi ykkur á skoðun. Það er nefnilega margt að gerast í því. Gunni Helga fékk núna í fyrsta skipti listamannalaun í hálft ár. Snill. Þannig og listamannalaunin hafa farið svona svolítið á flug fyrir barnabókahöfunda og ég held að þetta vinna allt saman og það við munum sjá. Hann hefur bara lagt í rauninni í gegnum sína bækur bara ótrúlegt framlag til lestrarkennslu yngri barna. Já, og við munum sjá held ég uppskeruna af þessu sko að meira fé sé lagt í barnabækur, við munum fá betri barnabækur, við munum geta seltar erlendis, við munum fá ferðamenn til landsins út af því. Það er alveg staðreynd að íslensk menning er númer 2 á eftir náttúrunni í að toga ferðamenn til landsins. Og hér er eitt sem er líka á útsölunni, hann Ragnar Jónasson sem hefur nú verið í fréttum undanförnu. Já, með bíómyndina. Með bíómynd og allt er að ganga svo glimrandi vel, þannig að nú er þetta orðið Arnaldur, Yrsa og Ragnar. Já, og hann hefur nú skrifað hérna Siglufjörð og hann hefur skrifað mjög mikið hérna fyrir norðan manni. Með fína tengingu norður, selst líka vel fyrir sunnan, en bara þetta er svona gott dæmi hvað við erum glúrin í mörgum hornum. Já, ég var gaman að tala um hana þegar við vorum að tala um rannsóknarvinnuna. Þetta er svo mikil vinna við upplýsingaöflun að þú sest einhvern veginn ekki bara niður og skrifar. Þetta er ég veit ekki hvort allir. Þetta er bara köfun eftir smáatriðum alla daga inn og út, það er alveg eins með það. Það var skemmtilegt sko fyrir 2 árum þegar ég byrjaði með bókamarkaðinn og kom hingað að þá og í svona kjölfar hrunsins þá var allt brjálað að gera í matreiðslubókunum. Allir voru bara komnir svona dálítið heim til sín og farnir að elda sjálfir og svona bara njóta þess góða hráefni sem við höfum hérna. Þær eru núna náttúrulega á útsölu hver annar ódýrari og glæsilegri. En það sem kemur óvart núna, eða koma óvart í Laugardalnum, nú veit ég ekki hvort Akureyri speglar Reykjavík, er að handavinnubækur voru að koma miklu sterkar inn. Ég get alveg lofað því að það við erum handavinnufólki. Þannig að við erum með svolítið úrval af handavinnubókum og þær voru á alveg rosalegu flugi sko. Þannig að þetta svona, það verður svona gaman að sjá þessa þróun sko og ég get sagt að þú veist, fræðibækur seljast áfram jafnvel, íslenskar skáldsögur og erlendar skáldsögur seldist nákvæmlega jafnvel, þá úrvalið væri meira af erlendum. Þú veist, þetta er alls konar svona skemmtilegt. Getur maður ekki nokkurn veginn tekið svolítið bara þjóðapúlsinn í gegnum bókasögu? Jú, algjörlega. Bara hvar erum við? Hver erum við? Og þá bæjarpúlsinn. Já. Þannig að það er, en þessi bókamarkaður, ég bara nefna það, hann væri ekkert kominn hingað til Akureyrar, við erum bara 2 manna félagasamtök, félag bókaútgefenda, við erum bara 2 sem vinnum þarna. Hann væri ekki kominn hingað nema af því við eigum ótrúlega góða vini hérna á Akureyri og það eru bara strákarnir í Flytjanda og Timbursölu Bíkó sem hafa eiginlega hjálpað okkur að gera þetta að veruleika ár eftir ár. Þannig minnst alveg eðlilegt að koma smá þakklæti til þeirra. Þetta er hérna, við þurfum á hjálp að halda, þetta er þannig. Þetta er svolítið þungur farmur. En svo erum við með náttúrulega bara alls konar bækur á markanum og við erum með sjálfshjálparbækur og hér er hérna ný bók sem kom út fyrir jól sem heitir Listin að dáleiða og er svona vel hægt að kynna sér ýmislegt sem getur hjálpað bara persónulega. En mér langar bara svo mikið til að hvetja fólk til að skoða og við ætlum að gera barnadeildina á bókamarkaðinum alveg rosalega glæsilega og hún verður svo deild sem fólk gengur fyrst inn og við hérna erum í Paradísalandinu, eða það er kennt við Paradísalandinu á Glerártorgi sko, þannig að það er svolítið svona fjörlega málað í byrjun og dálítið svona skrítin inngangur og skemmtilega, þannig að við erum svona að laða barnabækurnar að því. Þannig að ég vil hvetja fólk fyrst og fremst til eða að minnsta kosti að kippa barnabók með og auðvitað skoða allt hitt. Hvenær opnið? Við opnum núna á miðvikudaginn 23. og verðum hérna fram yfir páska og síðasti dagurinn okkar er mánudagurinn 4. apríl og við erum opið bara alveg eins og nettó til klukkan 7 á kvöldi. Þannig að það er bara Glerártorg, málið. Algjörlega málið. Yndislegt, gaman að fá þig, ég mæti. Takk að þér. Og á þessum nótum þá ætlum við að ljúka föstudagsþættinum í dag. Góða helgir allir.